Phileas Fogg og þjónn hans Passepartout á ferðalagi umhverfis jörðina. Þeir ætla að ljúka því af á 80 dögum. Nú eru þeir borð í Mongólíu á leið til Súesskurðarins. Þeir sigla fram hjá Port Said að næturlagi og eru þó orðnir hálfum degi á eftir áætlun. Fogg og Passepartout lágu sofandi í kojum sínum. Það að segja, Passepartout var sofandi. Phileas Fogg lá andvaka og hugsaði áframhald ferðar þeirra. Hann var áhyggjufullur af því að þeir áttu hættulegasta áfanganar fyrir höndum og þeir voru nú þegar á eftir áætlun. En Fogg hlýtur samt að það var blundað. Hann fékk martröð en hrökk upp við ærandi hávaða. Skipið hristist og skalf. Hamingjan góða, hvað eiginlega á ferðum? Stundi Passepartout ringlaður. Þetta hljómaði eins og sprenging, sagði herra Fogg og fór fram úr. Ég ætla að athuga hvað að vera. Fogg opnaði klefadyrnar. Farþegarnir voru á þönum gangana, allir á leið upp á þilfar. Þeir voru æstir í bragði. Flýttu þér á fætur, Passepartout, hrópaði Fogg. Við verðum að komast upp á þilfar. Allt í einu varð honum ljóst hvað hafði gerst. Mongólía var á leið til Súess til að endurnýja kolabirgðir sínar. En í ljósaskiptunum hafði skipið ekki hitt á réttu innsiglinguna og í stað þess rekist á hafnargarðinn. Enginn hafði særst, en nú var stórt gat á skipskrokknum. Phileas Fogg og Passepartout tóku saman föggur sínar. Nú var útilokað að þeir gætu haldið áfram til Bombay með Mongólíu eins og þeir höfðu ætlað sér. Hvað gerum við nú? Spurði Passepartout. Ég veit það ekki, svaraði herra Fogg. Við byrjum á því að tala við hafnarstjórann. Það hljóta að vera fleiri skip á leið til Bombay og ef ekki verðum við bara að kaupa okkar eigið. Og til Bombay komust þeir reyndar með öðru skipi og þaðan tóku þeir lest til Kalkútta. Phileas Fogg og Milsberry lávarður styttu sér stundir við að spila á spil. Tókstu eftir farminum sem burðamennirnir hlóðu í síðasta vagnin? Spurði Milsberry lávarður. Nei, ég tók ekki eftir neinu, svaraði Fogg. Flugeldum sem eiga að fara til Kalkútta. Ef heppnin með okkur fá að sjá mikla flugeldasýningu þar. Ég því miður hræddur að ég og þjónn minn höfum ekki tíma til að horfa á hana, sagði Fogg. Ef við komumst ekki til London innan 80 daga, verð ég eignalaus maður. Skyndilega ískraði í hemlunum og lestin staðnæmdist. Passepartout leit út klefagluggann. Hér ránsárás að ræða, hrópaði hann. Lestin umkringd af ræningjum. Úti fyrir ríkti mikil ringulreið. Hlustaðu nú á mig, hvíslaði Fogg og hallaði sér áfram í sætinu. Ég held að ég eigi ráð til þess að reka ræningjana á flótta. Skömmu seinna opnaði Passepartout klefadyrnar varlega og laumaði sér undir lestina. Svo skreið hann áfram að aftasta vagninum. Hann kom þangað, vafði hann kveikjuþræði gámana með flugeldunum. Svo leiddi hann þráðinn undir lestina, alla leið til baka. Síðan kveikti hann í endanum. Þegar Passepartout kom aftur til klefa síns, var þar fyrir ræningi sem ætlaði að hirða gullúrina Phileas Fogg og Milsberry lávarði. Við eigum von á lögreglunni á hverri stundu, sagði Passepartout rólega.
Hér er yfirleitt enga lögreglu að fá afstyrmið þitt, sagði ræninginn glottandi. En Passepartout hafði engan tíma til að móðgast, því að nú fóru flugeldarnir af stað. Ræningjanum brá svo mikið að hann lagði á flótta án þess að hirða ránsfenginn. Og brátt var lestin aftur lögð af stað. Þarna stóðstu þig aldeilis vel, væni minn, sagði Fogg, og í þakklæti skyni gáfu bæði hann og Milsberry lávarður Passepartout gullúrin sem ræninginn hafði ætlað að hafa á brott með sér. Lestin hélt áfram frá Bombay til Calcutta, hægt og rólega. Regntíminn var genginn í garð og dögum saman höfðu Phileas Fogg og Passepartout ekki annað fyrir augunum en frumskóga og steypi regn. Þetta er ekki þægilegt, en við erum að minnsta kosti sjálfir þurrir, sagði Phileas Fogg í nöldur tón. Ég vona að svo verði áfram. En honum varð ekki að ósk sinni. Skömmu síðar nam lestin staðar á eyðilegum stað. Fogg steig út og gekk að máli við lestastjóran. Hvað er að? Spurði hann. Af hverju stendur lestin kyrr? Lestastjórinn benti á leiðina framundan. Sjáðu, regnið hefur skolað burt teinunum. Við getum ekki haldið áfram. Fogg trúði varla eigin augum, en þetta var alveg satt. Framundan lestinni var enga frekari teina að sjá. Út með þig, Passepartout, kallaði Fogg. Við verðum að finna okkur annað farartæki. Ferðalangarnir litu hjálparvana í kringum sig. Þeir sáu ekkert nema þéttan frumskóginn. Ég skal reyna að brjóta mig leið til næsta þorps, sagði Passepartout. Kannski get ég fengið lánaðan uxa þar, eða jafnvel hest. En hann virtist ekkert sérlega fús til fararinnar. Mér er sama hvað það er, ef við bara komumst til Calcutta, sagði herra Fogg. Þessi rigning er óþolandi, jafnvel fyrir Breta. Passepartout lagði af stað gegnum votan frumskóginn. Phileas Fogg reyndi á meðan að sætta sig við þá tilhugsun að nú væri veðmálið tapað og þar með allt hans fé. Sjálf náttúruöflin voru honum andsnúin. Hvernig átti honum að detta í huga að lestin kæmist ekki leiðar sinnar af því að regnið hefði skolað burt teinunum? Skyndilega heyrði Phileas Fogg eitthvert hljóð sem að helst líktist lúðrablæstri. Svo kom hann auga á risastóran fíl. Á baki hans sátu tveir menn, Indverji með gulan vefjarhött og Passepartout. Ég leið okkur fíl til að komast til Calcutta. Viltu vera svo vænn að segja mér hvernig við eigum að komast á bak þessu ferlíki með allan okkar farangur? Það er ósköp einfalt mál. Svo gaf Passepartout Indverjanum merki. Fíllinn beygði sig niður og lagðist loks á jörðina. Phileas Fogg átti ekki nokkrum örðugleikum með að komast á bak. Þeir komu farangrunum fyrir á baki fílsins og héldu svo áfram gegnum frumskógi í áttina